Komið sæl, það var bjart og fallegt veður víðast hvar á landinu í dag og þessi tunglmynd var tekin rétt fyrir hádegi. Það var lítilsháttar élagangur á austanverðu landinu en lítur nú ekki út fyrir að élin hafi náð inn í Eyjafjörð og inn á norðanvert landið eins og spár höfðu gert ráð fyrir. En við sjáum líka að snjóhulan henni er mjög skipt. Það er lítill snjór á vestanverðu landinu sérstaklega og hefur tekið upp það litla sem var til dæmis við Húnaflóa en það hefur aðeins bætt í á austanverðu landinu í dag. En það er nokkur hasar í kringum okkur í kortunum þó að við séum í hæðarhrikan sem komið er og verðum næsta sólarhringinn en við sjáum að það er nokkuð djúp lægð á Grænlandssundi sem að kemur upp að landi á föstudag og það verður þá hvöss sunnanátt og rigning fyrir part dags en síðan líklega vestanátt og einhver éljagangur á vestanverðu landinu þegar líða tekur á kvöldið. Í fyrramálið er nú hæglætisveður allvíða landinu en það verður yfirleitt frost. Betra að búa sig vel og vera viðbúin því að það sé svolítið hált á götum úti. Það sama má segja norðaustan eða norðvestanvert landið. Þar herðir heldur á frosti sérstaklega til fjalla og þar myndast tveggjastafatölur. Ekkert ólíklegt að í innsveitum á Norðurlandi verði fimbulkuldi víða í kvöld og nótt. Svipað sögum að segja af norðaustanverðu landinu sérstaklega inn til landsins en það er heldur mildara út við sjóinn það sem er líklegt að éljaský hindri mestu útgeislunina. En hiti verður frostmark við sjávarsíðuna. Sömu sögur að segja af suðaustanverðu landinu, það er hlýjast við sjóinn en annars staðar er yfirleitt 2 til 4-5 stiga frost í nótt og í fyrramálið en síðan hlýna nú heldur þegar líða tekur á daginn. Síðdegis á morgun er útlit fyrir annan bjartan og fallegan dag en það þykknar nú fremur hratt upp við vesturströndina þegar líða tekur á kvöldið annað kvöld. En áttin er hæg breytilega yfirleitt en má búast við þessari suðaustan eða sunnanátt vestast annað kvöld. En hér sjáum við hvernig þróunin verður frá 50 fram á föstudag. Það ganga þessi skil inn á land aðfaranótt föstudags. Það verður hvöss sunnanátt á 18 til 23 metrar á sekúndu líklega. Þar sem verður hvassast má búast við því að það verði byljótt til dæmis á Snæfellsnesi og jafnvel víðar við fjöll á vestanverðu landinu. Skilin ganga síðan til austurs og rigningin eða slittan sem að fylgir þeim gerir það líka en í kjölfarið ganga síðan hér inn einhverjir éljaklakkar í suðvestanáttinni. En á föstudagsmorgun þá er útlit fyrir að það verði allhvöss sunnan eða suðaustanátt einkum á vestanverðu landinu, rigning eða slitta til fjalla en rigning á láglendi og hitast í 3 til 5 stig en það verður lengst af hægari vindur og bjartara að litast á norðaustanverðu landinu. En síðan síðdegis á föstudag þá búist við því að hvassviðri verði komið hér til austurs og hitaskilin gengin yfir en í kjölfarið koma síðan kuldaskilin og það verður vestanátt handan þeirra með bjartviðri en þó einhverju éljulofti en það er ekki útlit fyrir að éljulofti nái sér almennilega á strik fyrir en líklega á laugardag. Þá myndast lítið drag norðvestur af landinu sem að veldur því að það verður slydduél eða él á vestanverðu landinu en bjart og fallegt veður og fallegasta vetraveður líklega á austanverðu landinu. Það er víðast hvar frost norðaustan til þess að verður áfram útgeislun að miklu leyti en hiti rétt eða yfir frostmarki við sjávarsíðuna. Á sunnudag er nú mun hægari vindur og bjartviðri víðast hvar á landinu. Það má eins og við sjáum hér þá sveiflast hitinn ennþá rétt í kringum frostmarkið, kaldast í innsveitum og mildast við sjávarsíðuna. En það verður svipað veður á morgun. Það er áfram bjartviðri í öllum landslutum og frost í fyrramálið en síðan þiðnar líklega hér við suður og vesturströndina þegar líða tekur á daginn en svo þykknar upp vestan til og fer að hvessa annað kvöld og aðra nótt. Verið sæl.